Kokkfiskur, hollur kostur á 5 mínútum. Grímur kokkur. Þú sparar á orkustöðvunum land allt. Orkan bensín. Spáði hvað þú sparar. Orkan.is. Upplifðu íslenska gæðingin í öllu sínu veldi í blöndu frábær skemmtiatriði á landsmóti hestamanna fyrstu vikuna í júlí. Glæsileg aðstaða fyrir fjölskylduna á landsmóti. Landsmót.is. Lista á vísindanámskeið fyrir 9-13 ára manneskjur að Hvítárbakka í Borgarfirði. Skráning í síma 690 1939. Draumasmiðjan, leikur, sköpun, mannrækt. Stolpi, eitt vinsælasta bókhaldskerfi landsins. Þjónustum og hýsum tölvukerfi færu bókhaldið fyrir þig. Stolpi, bókhaldskerfi sem hittir í mark. Fjölskyldan í fókus, taktu þátt í ljósmyndasamkeppni Samanhópsins, sendu inn fyrir 8. ágúst. Vegleg verðlaun, nánari upplýsingar á samanhópurinn.is. Kynnist Kárahnjúkum, Végarður í Fljótsdal. Kynnist Kárahnjúkum og Fljótsdalsstöð ásamt ferðamennsku og útivist norðan Vatnajökuls, Landsvirkjun. Sumartilboð margskipt sólgler fylgja frítt með kaupum á margskiptum glerugum, auðvitað hjá Plus Minus Optic, Suðurlandsbraut 4. Spagetería, ljúffeng máltíð handa tveimur á 5 mínútum, Knorr. Mikið úrval heitra potta í sýningarsal okkar að Heiðarinu 2 Hafnarfirði, opið milli 9 og 18 virka daga. Trefjar Hafnarfirði. Nátthagi garðplöntustöð, harðgerð tré og runnar í garðinn, skógræktina og skjólbeltið, opið milli 10 og 19, nátthagi.is. Tími ferðakort á nærruninu, ferðakort, Brautarholti 8, ferðakort.is. Ný garðhús, gestahús, barnahús í úrvali, völundarhús.is, vel valið fyrir húsið þitt. Húsgagnaheimilið auglýsir, mikið úrval af önduðum kojum í sumarbústaðinn, margar stærðir og mikið úrval, húsgagnaheimilið.is. Ævintýraferðir, Varmahlíð bjóða þér í tívolí náttúrunnar, flúðasiglingar, klettasig, hestbak, litbolta og margt fleira. Sjáðu hvað við höfum að bjóða á rafting.is. Nú eru myndir af leikmönnum úr EM í hverju barnaboxi. Á McDonald's. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Skoraðu á hungrið með Boxmaster, því Twister hefur eignast stóran bróður á KFC. Heit mjúk tortilla, orginal eða singer kjúklingabringa, kartöfluskífa, ostur, ferskir tómatar, salat og létt piparmajónes svara áskoruninni. Og umbúðirnar henda ótrúlega vel fyrir þá sem eru á ferðinni. Allir elska KFC. Allt í lagi, strákar, þið vitið að við notum alltaf flugger. En vitið af hverju? Það af því að fluggerlitir eru í samvinnu við starfsbræður okkar í málarastétt. Og þegar við tökum eitthvað að okkur á það sko að vera í lagi og fólkið í fluggerbúðunum veit alveg hvað það syngur. Já, ég er ekki komið nóg í dag. Á morgun segi ég ykkur svo meira frá málningu meistarans. Landsbankinn seldi margfalt meira af íbúðabréfum en hinir bankarnir í síðustu viku rétt áður en tilkynnt var breytingar á íbúðalánasjóði. Kauphöllin skoðar málið. Hluta refsiaðgerða gegn Norður-Kóreumönnum verður aflétt eftir að þeir gáfu upplýsingar kjarnorkuáætlun sína í dag. Milljónatjón varð þegar kviknaði stórri flutningabifreið á verkstæði í Njarðvík í dag. Rífa þurfti upp þakið þegar eldurinn breytist húsið. Frávísunarkröfu ríkisins á hendur Impregilo hefur verið hafnað í héraðsdómi. Oft tekna skatta ber að endurgreiða með dráttarvöxtum samtals rúmlega 1,5 milljarð króna.
Gott kvöld, það komið að fréttum á milli fótbolta, 50daginn 27. júní. Landsbankinn seldi íbúðabréf fyrir 4,2 milljörðum króna meir en keypt var daginn sem tilkynnt var breytingar á íbúðalánasjóði í vikunni sem leið. Kauphöllin fer nú ofan í málin. Bankinn segir ekkert óeðlilegt við viðskiptin. Fram kemur í viðskiptablaði Morgunblaðsins í dag að Landsbankinn hafi selt mikið af íbúðabréfum í síðustu viku en síðar sama dag tilkynnti ríkisstjórnin umfangsmiklar breytingar á íbúðalánasjóði sem leiddu til þess að bréfin lækkuðu í verði. Landsbankinn seldi íbúðabréf fyrir 4,2 milljarða umfram það sem hann keypti. Til samanburðar seldi Kaupþing 105 milljónir og Glitnir 200 milljónir umfram það sem keypt var. Viðskipti Landsbankans voru því 40 sinnum meir en Kaupþings og 20-falt á við viðskipti Glitnis með íbúðabréf þennan dag. Kauphöllinni hafa borist ábendingar vegna málsins. Já, ábendingarnar felast fyrst og fremst í því hvort að það hafi verið ójafnræði meðal fjárfesta að ræða þennan dag. Einhverjir hafa haft upplýsingar fyrr heldur en aðrir. Þórður býst við niðurstöðu í næstu viku og málið geti endað hjá Fjármálaeftirlitinu sem hefur með innherjamál að gera. Fréttastofa hefur undir höndum tölvupóst sem Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans og formaður stjórnar samtaka fjármálafyrirtækja, bað framkvæmdastjóra samtakana að senda á stjórn og varastjórn 20 mínútum fyrir lokun gjaldeyrismarkaða klukkan 16 þann 19. júní en rétt eftir að markaði með skuldabréf og hlutabréf var lokað. Þar segir, fyrir hönd formanns SFF vildi ég láta vita að honum var að berast til eyrna að nú 4-leytið von á yfirlýsingu frá ríkisstjórninni aðgerðir á fasteigna og fjármálamarkaði. Síðan eru aðgerðirnar tíundaðar nokkuð nákvæmlega. Í yfirlýsingu sem Landsbankinn sendi fréttastofu í dag vegna málsins segir að starfsmönnum sem annist viðskipti með skuldabréf af hálfu bankans hafi ekki verið kunnugt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fyrr en fréttir þar voru birtar opinberlega og engin óeðlileg viðskipti með bréfin hafi átt sér stað af hálfu bankans. Verðbólga nú 12,7% og hefur ekki verið meiri í nærfellt 2 áratugi. 20 milljóna króna íbúðalán hækkar rúmlega 350.000 á mánuði vegna verðbólgunnar. Fyrir mánuði var verðbólga hér 12,3%. Nú hún hins vegar að nálgast 13% og hefur ekki verið meiri frá því ágúst 1990. Vísitala neysluverðs hækkaði 0,89% samkvæmt nýjustu mælingu Hagstofunnar frá maí og þar til í júní. Lækkun húsnæðisverðs dró lítillega úr hækkun verðbólgunnar en það helst hækkun á bensíni og olíum sem drífur hann áfram. Þessi hækkun ívið minni en við síðustu mælingu. Þetta hefur allt saman áhrif á gengistryggð lán. Tökum dæmi. 20 milljóna króna lán hjá Íbúðalánasjóði hækkar nú 360.000 krónur á mánuði. Þótt hækkunin kom ekki strax inn í greiðslu, þá hækkar hver einasta afborgun þar sem eftir lifir lánstímans. Norður-Kóreumenn afhentu Kínverjum í dag upplýsingar kjarnorkuáætlun sína. Bush Bandaríkjaforseti brást við með því að aflétta hluta refsiaðgerða gegn Norður-Kóreu. Fulltrúi Norður-Kóreumanna afhentu upplýsingarnar í utanríkisráðuneytinu í Peking í dag. Norður-Kóreumenn féllust á að hætta kjarnorkuáætlun sinni í skiptum fyrir víðtæka efnahags- og tækniaðstoð í svokölluðum 6-veldaviðræðum. Kóreuríkin, Kína, Rússland, Japan og Bandaríkin eiga aðild að þeim. Samkomulag náðist í ársbyrjun 2007 og var Yongbyon kjarnorkuverinu sem notað var til að auðga úran lokaði mitt það ár. Norður-Kóreumenn áttu að vera búnir að gefa upplýsingar kjarnorkuáætlun sína allt frá 1986 fyrir hálfu ári og þeir gerðu ekki grein fyrir fjölda kjarnorkuvopna sinna í dag eins og þeir áttu að gera. Leiðtogar annarra 6 velda fögnuðu upplýsingunum í dag en lögðu áherslu á að grannt yrði fylgst með framkvæmd samkomulagsins enda hafa Norður-Kóreumenn áður gengið á bak orða sinna. Bush forseti brást þegar við. First, I'm issuing a proclamation that lifts the provisions of the Trading with the Enemy Act with respect to North Korea. And secondly, I am notifying Congress of my intent to rescind North Korea's designation as the state sponsor of terror in 45 days. Rífa á kæliturnin í Yongbyon á morgun og hefur erlendum stjórnaririndarikum og fréttamönnum verið boðið að fylgjast með. Milljónatjón varð í dag þegar eldur braust út á vélaverkstæði í Njarðvík. Nokkra klukkutíma tók að ráða niðurlögum eldsins en tíma var óttast að hann breytist út. Það var tilkynnt þennan eld hádegisbil og brunavarnir Suðurnesja mættu strax á svæðið. Það hefur gengið ágætlega að ráða niðurlögum eldsins á verkstæðinu sjálfu. Núna eru slökkviliðsmenn að kljást við eldinn í þakinu, hindra að hann breiðist yfir í aðra hluta hússins.
Samkvæmt upplýsingum frá brunavörnum Suðurnesja kom eldurinn upp í stórri flutningabifreið, svokallaðri búkollu, sem þarna var inni. Starfsmenn beittu slökkvitækjum en forðuðu sér þegar þeir sáu í hvað stefndi. Í svona bifreið eru 100 lítra af olíu.